Ég heiti Þóra Elva Björnsson. Ég fædd í Reykjavík 1939. Foreldrar mínir voru úr Borgarfirði. Pabbi minn hét Karl Leo Björnsson og hans fólk kom úr Staffanstungunum en mamma hans var frá Grenjaðarstað, Þingeyjarsýslu. Og mamma mín var frá Grafardal, eða þau kenndu sig við Grafardalssystkinin. Og þau kynntust í Borgarnesi þar sem mamma vann á pósthúsinu og pabbi var sýsluskrifari hjá pabba sínum á sýsluskrifstofunni. Og þetta var fullt af ungu fólki í Borgarnesi þá daga, skilst mér. Og meðal annars þá voru þau mjög róttæk og gáfu út blaðið Hamar og Sigð og unnu það á stensla og okkur vél á sýsluskrifstofunni á nóttunni. Það mátti ekki segja frá því að væri verið að vinna svona á þeim stað. En hvað það, þau taka saman og gifta sig, pappa og mamma. Og þá tók mamma upp nafni Björnsson og var þekkt sem skáldkona Halldóra B. Björnsson. Og þau fara til Siglufjarðar því að það enga vinnu að hafa eiginlega í Borgarnesi eða svona, var ekki spennandi eða eitthvað. Og þau setja upp saumastofu á Siglufirði. Því þá allt vaðandi í síld, allt fullt af ungu fólki með fulla vasa peningum. Það ekki flutt neitt inn, eða voðalega lítið, bara nauðsynjar. Af því að það mátti ekki flytja neitt inn nema það væri til gjaldeyrir fyrir því. Og ég bara benda á að þetta náttúrulega mjög góð regla. Og þau setja upp saumastofu og þau eru með 2 til 5 stúlkur í vinnu alla daga. Og það saumað þarna allt frá bikini til brúðarkjóla og svo fyrir lager með alls kyns vörur, sloppa og svuntur og hvað eina. Og það er ógurlegt líf og fjör á Siglufirði þarna. Það er ennþá til fólk sem minnist þess með glampa í augum og síldarflotinn lá fyrir utan, kannski fleiri 100 skip eða bræla og það var bara slegið balli sama hvaða dagur var held ég. En eitthvað líkaði þeim ekki við þetta líf þarna, ég veit ekki hvað það var. Þannig að þau fara suður þegar er von á mér. Og ég sem fædd í júní og þau fara þarna suður í haustið þarna 38. Og þá er hræðilegur húsnæðisvandi í Reykjavík. Það er ekkert nýtt að sé húsnæðisvandræði í Reykjavík. Og það er lítið byggt og það er lítið gert við. Og fólk í alls kyns kjöllurum og háaloftum og hímir í einhverjum herbergjum hjá ættingjum og vinum og svo framvegis. Og mér skilst að fyrsta ári sem ég lifði þá voru þau held ég á 6 eða 8 stöðum. Stundum fenguðu inni hjá einhverju sem hefði fengið vinnu fyrir austan og fór með fjölskyldur á þangaðum tíma. Og lokum fenguðu leigt á Brávallagötu 26 í kjallara. Og svo gerist það að pabbi bara deyr skyndilega, þá er ég 2 ára gömul. Og mér finnst mjög leiðilegt að ég á ekki minningar hann, ég bara veit það sem fólk hefur sagt mér af honum, sem er náttúrulega dýrmætt. En það er svolítið skrítið að eiga ekki föður, sem að man eftir. En mamma hélt áfram að sauma og taka sér eitt og annað. En pabbi hafði sett upp með bræðrum sínum alls kyns svona saumastofur og innflutning og stofnuðu ferðaskrifstofu og eitthvað fleira. Það var heilmikið brasa á þeim. Og svo fekk mamma vinnu á sumrin í fjárhagsráði held ég að heita og einhverju öðru svona fyrirbæri sem var að stýra peningum út í þjóðfélagið. Og síðan fekk hún vinnu við síman á Alþingi. Þetta var mjög merkileg starf að svara í síma og það var, ég veit ekki hvort fólk man eftir svona símaborðum, þau voru svona upprétt með mörgum götum og svo voru pinnar sem voru teknir upp og stungið inn í götin til að gefa samband hingað og þangað. Og ég man eftir því þegar ég var í Melaskólanum þá fór ég stundum niður í Þing til mömmu og af því að Þinghúsið er úr stórum og þykkum steini þá var gluggakistan mjög stór og ég gat legið þar uppi og verið að læra eða teikna eða eitthvað, dró svo bara fyrir. Og stundum var ég send eftir einhverjum þingmanninu sem átti að mæta í síma, voru þykki símaklefar þarna. Svo heyrðist nú ekki ríkisleyndamáli sem þau voru að tala um.
En á sumrin var ég alltaf í sveit hjá afa mínum og ömmu á Draghálsi, þar sem við byggum þá. Og mér finnst ég alltaf bara að vera frá Draghálsi, þar eru svona ræturnar. Og landið, bara bæði landið þarna upp frá og bara landið yfirleitt á rík ítök í mér. Ég er pirruð þegar fólk er að gera eitthvað sem að eyðileggur landið. Og kannski ekki einu það. Nema hvað að svo er einhver órói í mér þarna þegar ég er unglingur. Og við fluttum svolítið oft á þessum tíma. Út af þessu húsnæðisvandræði þá höfðu yfirvöld sett stopp á það að leigjendum væri sagt upp. Og ef menn voru komin í hús fyrir, ég man ekki hvaða ár það var eða hvaða dag, þá mátti ekki segja með uppnum væri mjög ríkar ástæður. En eitthvað gerir, mér minnir að mamma hafi tekið systur sína inn sem var í vandræðum, að þá var henni sagt upp húsnæðin og það var nægilega ástæða. Og þá byrjaði þetta flutningavesen sem er ekkert gaman fyrir unglinga, alltaf að fara á nýjan og nýjan stað. Og ég hafði verið í tónlistarskóla, var þar í 2 vetur og hætti því þegar við fluttum inn í Sogamýri, þarna inn í Laugardalinn. En svo gerist það eitthvað tíma, ég hafði farið í landspróf og fallið á því og ég nennti ekki að fara aftur í landspróf því þá hefði þurft að vera með krökkum sem ég þekkti minna, heldur en þau sem hefði verið með mér frá því í barnaskóla. Þannig að ég var afgreidd í einhver ísbúð og einhverjum kíósk og svona bara hálfgerður tætingur, vakt á nóttun og svona, allir þekkja ekki gott fyrir unglinga. Á þessum árum þá var þáttur í útvarpinu sem hét daginn og veginn og var á mánudagskvöldum og alls konar fólk kom og sagði frá hinu og þessu eða réðist á einhverja hluti og saxaði þá í sundur og svona. Og eitt mánudagskvöld kemur Ragnheiður Möller, sem var mikið kvenréttindakona í útvarpi og með langan pistil og þar á meðal segir hún frá því að það sé nú bara ýmis vandkvæði fyrir konur að læra eitt og annað, til dæmis í prenti og bókbandi sé konur meinaður aðgangur. Og það er ekkert annað að næsta dag hringir öskureiður prestmiðeigandi Hafsteinn Guðmundsson í Ragnheiði og segir þetta er bara tómt kjaftæði í þér og þvæla. Komdu bara með stelpu, ég tek hann á samning. Og svo kemur Ragnheiður til mömmu, bara nokkur seinna og fer að segja frá þessu, hvað maðurinn hefði verið reiður við sig, hún skilji bara ekkert í þessu. Og verður svo litið á mig, þar sem að ég er eitthvað að aulast íbúðinu og segir, en hvað með þig Þóra, þú ert ekki í skóla, af hverju ferð þú ekki að tala við þá, þetta er bara rétt hjá ykkur. Og þá byggum við á Bergstaðastræti, en Hólaprent var í Þingholtsstræti. Það verið byggt sérstakt hús yfir það. Svo ég trítlaði niður eftir og talaði við Hafstein og hann var svolítið hissa, ég skyldi bregðast eitthvað svona fljótt við. Allt gerði svo hægt þá daga. Nema að hann segi, já, byrjaði bara þennan dag og svo framvegis, sko. Og þetta var svona, ég vissi ekkert hvað ég var að fara út í. Það eina sem ég vissi prestmið var að það var mjög góð lykt í þeim og kallarnir voru mjög góðir og gáðu krökkum alltaf renninga. Bara eins og allir muni eftir frá þeim tíma. Þannig að ég fer hérna að vinna og ég var svo óheppin, ég fekk einhverja pest sem að læknirinn gat ekki greint, þannig ég var frá vinnu einhvern tíma. Hann hélt þetta væri Akureyrarveikin og bannaði mér að fara á fætur og svona. Og svo rjátlaðist hann nú af mér. En það var 3 mánaða reynslutími. Þetta var svona, í þá daga var ekki bara hugsað annan aðila, þetta hugsað báða aðila. Ef mér líkaði ekki vinna, þá gat ég hætt. Og eins ef að prestmið líkaði ekki við mig eða hvernig ég tók leiðbeiningu, þá gátu þeir bara sagt, þetta gengur ekki, farðu bara. Og mál og menning átti, ég held að þeir hafi átt bara meginhlutann í prentsmiðjunni og þeir voru með skrifstofur upp á lofti á sömu hæð og bókbandið og það er svolítið skrítið að segja frá því að þetta hús sem er teiknað fyrir prentsmiðju, það var engin lyfta í því. Blýbræðslan var í kjallaranum, setning og prentun á fyrstu hæðinni og bókbandið þar fyrir ofan og skrifstofur máls og menningar.
og þeir sem að þekkja til vinnu í þá daga vita að það þurfti að hlaupa þá með allt upp og niður. Stöðugt verið að bera eitthvað. Þetta taka blýið frá vélunum, bera það niður, bræða það aftur í stauta, bera þá upp. Það þurfti að fara með, pappírssnífurinn var í kjallaranum og þar kom pappírinn inn og þar þurfti að skera pappírinn og bera síðan allt saman upp. Og síðan þegar búið að prenta, þá þurfti að fara með upplagið upp í bókbandið og síðan að bera tilbúnu bækurnar út í bíl. Og svo var kannski var það eitthvað nýjung, ég veit ekki, það var það sem að í boganum í stiganum, þar var í botninu, þar var einhvers konar pressa og þar var settur allur afgangur og svo pressaður í balla og það var svo bara flutt burtu og flutt út til þess að endurnýta það. Þannig ég er bara svona að segja frá þessu að því að endurvinnsla á pappír er ekkert nýtt fyrirbæri. Hafsteinn var mjög metnaðarfullur fyrir hönd prentsmiðjunnar. Hann vildi ekki hafa rusl, hann vildi ekki hafa drasl. Við áttum ekki að vera með einhverjar gosflöskur á borðunum, helst ekki. Og stundum náttúrulega hlóðst eitthvað upp ef eitthvað var mikið að gera. Og það var mikið líf og fjör þarna því að Hafsteinn var svona nýjungagjarn eða þannig. Hann kom með meiri fagurfræði kannski inn í prentuna heldur en aðrir annar staðar. Og hann til dæmis teiknaði upp, ég vildi ég ætti teikningu af titilsíðu frá honum. Hann teiknaði alveg upp á punkt og þetta var allt saman handsett og týndir, það var svona rammar, það var rammi á titilsíðunni utan titilinn og hann gat verið í lit, þannig að þetta skipta síðunni og það var munstur í þessu öllu saman og það var til í blýkössunum voru til svona munstur sem maður þurfti að raða saman. Og það mátti ekki muna ekki einum punkti, þá var það grimmur. Og svo þurfti maður þegar var búið að gera þetta, þá þurfti að skipta forminum, eða síðunni, í lit. Og þetta var allt saman sérstaklega teiknað fyrir mál og menningu og þeirra útgáfu. Þetta var mjög metnaðarfullt. Og hérna kom náttúrulega alls kyns fólk, hérna kom fólk sem var með bækur í gangi og fólk sem var að kynna sig hvort það gæti látið prenta, hvað þetta kostaði, hvað þurfti að gera. Það kom þarna inn kallar með eitthvað skrítin handrit og stundum voru reknir út aftur. Hafsteinn var með sína skrifstofu og teiknaði þar mikið, teikniborð. Og við hliðina á hann var skrifstofan, þar var gjaldkerinn, Guðjón, sem var ekki glaður á föstudögum. Þeir var alltaf að borga út á föstudögum og stundum þurfti að senda einhvern í bankann til að reyna að fá peninga. Það var ekki allir sem borguðu þeir átti að borga. Og það var sendisveinn oft og hann var sendur í bankann. Guðjón hringdi í bankann fyrst og þess að gá hvort það var ekki einhver poki á lausum með einhverjum aurum. Og þetta var svona barningur allstaðar hér og þar. Á sumrin var ekki eins mikið af verkefnum og þá tók Hafsteinn upp á því að, ég veit ekki hvort það var hans hugmynd eða hvort hann hitti Bjarni Vilhjálmsson og með þjóðsögu og Árni Böðvarsson og þeir eru að vinna þjóðsögu Jóns Árnasonar og þarna man ég þetta 2 sumur þá var ég að brjóta þessar stóru bækur satt sem var 28 sísur óbreytt, ég man alltaf eftir því af því það var akkurat málið á kvarðanum sem vorum að nota. Það voru enga myndir í þessum bókum, en það voru sérstaklega hannaðar af Hafsteini og það var engin útgáfu dagur, það þurfti ekki að láta annað bíða því að þetta þurfti að komast að. Þannig að þetta var svona hliðarverkefni og mjög klókt af Hafsteini að finna upp á svoleiðis. Fyrir jólin var allt brjálað og bara Þingholtin, það var margar prentsmiðjur þar, Þingholtin bara nötruðu undan prentvélunum. Það var Gutenberg og þar á móti var Ísafold og svo var alltaf þarna Hólar í Þingholtsstræti og hvað var í Ingólfsstrætinu? Ekki félagsprentsmiðja þar, minnið það, og svo Oddi inn á Grettisgötu. Og þannig að þessi mikla bókaútgáfa, hún kemur til af því að það var lítið flutt inn af gjafavöru. Og bækur voru gjafavara, hvort sem var fermingargjöf eða jólagjöf eða hvað það var.
Ég man að ég fekk einhvern veginn 16 bækur í jólagjöf og svona ýmsum tegundum og það þótti bara sjálfsagt að gefa bækur. Og sumt af þessu var nú svona eitthvað sem var rubbað upp, einhverja æviminningar sem hefðu kannski ekki mikla endingu og svo var aftur annað sem voru verk sem voru unnin svona fyrsta bind upp í 10 eða eitthvað þvíumlíkt. Og það var mikil vinna í kringu þetta allt saman og mikil vinna í prófverkum og mikil áhersla lögð á það í Hólum að prófverkirnar væri vel unnar, að það væri vel leiðrétt og við myndum og var tekið prófverk alveg til enda þannig að það væri víst að alla leiðréttingar hefði skilað sér. Og það var svolítið skrítið að ef að verk kom inn í prentsmiðjuna og það byrjaði með einhver, það var kannski vitlaust merkt eitthvað eða eitthvað fór úr böndunum, það var eins og héldi áfram, það hefði fest eitthvað prentvillupúkið eitthvað á þetta verk og það hélt áfram alveg út í gegn, það var alltaf eitthvað högt og ég veit að kannast ábyggilega margir við eitthvað svona. Það var mikið samstarf við Kristvíkgerðirnar og maður var sendur í Kristvíkgerði til að sækja hitt og þetta og maður var jafnvel sendur til að sækja eitthvað sem var fengið að láni og samstarf á milli prentsmiðjanna, þannig maður kom víða og þótti sjálfsagt að neminn væri alltaf að sendast eitthvað og hlaupa og ég man alltaf eftir því að ég var send í iðnskólann og ég vissi ekki að ég var búið að flytja hann, ég hélt að hann væri ennþá niður við Tjörnina og var eiginlega lengi í sendiferðinu og fekk skammir fyrir. En þetta bara, já, hvernig gat maður fylgst með öllum breytingum. Það var stofnað nemafélag þarna á þessum tíma, eða þegar ég fer í iðnskólann. Við vorum 2 mánuði á vetri í iðnskólanum og þegar við vorum að vinna sem sagt innistörf, þá vorum við vorið, þannig að við gætum verið eitthvað úti líka. En þeir sem voru að vinna útistörf eins og smíðar og slíkt, þeir voru í skólanum yfir vetrarmánuðina eða svona dökkustu eða dimmustu mánuðina. Það var verið að hugsa nemendur þó finnst það kannski ekki alltaf. En já, svo gera Hafsteinn athugasemd við það einhvern tímann að ég var ekki í slopp eða eitthvað svona, sem voru í einhverjum sloppum og þá saumaði mamma á mig 2 skyrtur sem ég var í og þótti mikið nýjung að vera í eitthvað svona sérstaklega skyrtu við vinnuna. Mörgum köllum sem komið þarna inn fannst þetta ægilega skrítið að vera stelpa að vinna þarna og fannst þetta svona bara eitthvað, já. Og sem voru svona, töluðu fram hjá mér sko eins og ég væri svona heyrnarlaus eða eitthvað sko. Spurði næsta mann sko hvað er hún að gera hér og svona, svolítið spes. Og þegar ég tók sveinsprófið að þá var það var kannski svolítið fyndið, þá voru strákarnir búin að segja mér að ég yrði að vera með flösku þegar yfirsetumaðurinn yrði að fá dropa, það væri skömm að öðru. Og sá sem sat yfir mig, það var Árni Vald og hann var, ég man ekki hvort hann var timbraður eða var ekki mikið fyrir vín, en hann þáði ekkert af flöskunni, þannig að hinir allir drukku upp flöskuna. Það var mikið fjör. Já, og svo fór ég í félagið, ég átti að sækja mig í félaginu og ég var alltaf mjög ánægð með félagið mitt að ég var bara tekin eins og hinir strákarnir, ég bara gekk í félagið, HIP, af því það voru margir sem sagði verður bara ekki sett í kvennafélagið, það var kvennfélag, nú man ekki hvað það hét, kvennfélag HIP eða eitthvað svoleiðis. En það voru aðstoðarstúlkurnar og var 1 félag enn eða hvað, með konum, ég man það ekki. Og þær voru mjög öflugar þessar stúlkur sem voru í aðstoðarstörfunum, virkilega. En nein, ég var bara með sveinspróf í setningu og fór beint inn í félagið. Eftir sveinsprófið þá fór ég að læra á setjaravél, það mátti ekki gera það áður. Það tók 6 mánuði og það var eftirlitsmaður með því hvort ég var að gera rétt og hvort ég tæki framförum. Og lyklaborðið á setjaravélinni er öðruvísi heldur en á ritvél. Þannig að ég hef aldrei lært almennilega fingrasetningu, hvorki á setjaraborðið eða þá á ritvél eða tölvu. Og þarna í setjarasalnum voru 2 setjaravélar og það voru vaktir. Við gengum vaktir þarna stundum. Og já, mjög gott skipulag eiginlega á öllu svona, til að nýta allt sem best. Ég var í 2 ár í viðbót þarna í Hólum, þá fór ég heima að eiga fleiri börn. Ég hafði átt dóttur mína
elstu á þegar ég var búin að vera 2 ár í námi og þá fékk ég nú að heyra það svona, já, það er svona verið að taka þetta kvenfólki í vinnu og svo fer það bara heima að eiga börn og svona, alveg ómögulegt. Og ég mætti gömlum bókbindara sem var eitthvað hnýtt í það, að vera að taka kvenfólki í vinnu, það var alveg ómögulegt og hitt og þetta að því. Og svo ég svaraði á hann og alveg snúðut og sagði, þessi strákar ekki að lappabrjóta sig í íþróttum og þeir ekki að fara eitthvað til útlanda, vesenast og svona. Reyndi bara að svara þessu eins vel og ég gat. En svo hélt ég myndi bara ekkert fara aftur í prentsmiðju. En einn dag hringi skólabróðir minn, Eyjólfur Sigurðsson, sem rak það Hagprent í, ég held að vera í Bolholti, ásamt Sigurði Eyjólfssyni, pappa sínum. Og segir, þú bara verður að koma, við vantar mann að setja á vélina, að ég er að missa strákinn sem er hérna og þú bara verður að koma. Það var ekki nema 2 tíma á dag eða einu sinni í viku eða eitthvað sko. Þannig ég lét tilleiðast og fór þarna í Hagprent og það var svona öðruvísi prentsmiðja, það voru bækur líka, en það var allt mögulegt sem var prentað þarna. Og Eyjólfur rak líka bókaútgáfu, þannig að auðvitað hafði ég kynnst bókaútgáfunni hjá Mál og menningu og þetta var öðruvísi því þarna var sami maður með prentsmiðjuna og útgáfuna og svo opnaði hann bókabúð líka. Þannig að þetta var svona allt þrennt á einni hendi og það hefur verið mjög víða á meðan að bókaútgáfa var og hét og svo framvegis sko. Og ég er þarna manni hvort ég var í 3 ár þarna í Hagprent og fór þá yfir í Edduna, þeir voru að byrja með eitthvað nýtt og ég man ekkert hvað vélin hét, það var svona fyrirrennari tölvusetningar, Lino eitthvað, ekki Linotronic en eitthvað Lino eitthvað og var frá Linotype eða einhverjum undir útibúi hjá þeim. Og þar er líka mikil bókaprentun og svolítið öðru vísi heldur en að var í Hólum, kannski ekki eins metnaðarfullt fannst mér og einhvern tímann man ég eftir Eddunni þá átti ég eitthvað erindi niður í prentsalinn og sem ég kem niður stiga þá sé ég að það kemur upp í forminum á vélinni sem ég horfi beint á að þetta var titilsíða sem var búið að prenta eitthvað rautt og síðan var við að prenta þetta svarta og þá kemur eitthvað upp þannig að formurinn er ónýtur og ég ríki prentar og segir það kemur upp í vélinni hjá þér og hann kærði mig til prentsmiðjustjórans hvað eru setjararnir að skipta sér af hér í prentsalnum og ég var kölluð á teppið og svo ég svaraði bara það var þannig í Hagprent að ef einhver sá eitthvað sem fór úrskeiðis og gat tafið verkið á leiðinni þá varð hann að segja til. Það er allir að vinna að sama verkinu að það fari vel inn og fari vel út aftur. Enda launin manns byggjast bara á því að kúnninn sé ánægður, hann panta verkið og hann vill fá það almennilegt, annars borgar hann ekki. Og það er bara svona, bara einföld regla. Og það var ágætt að vera hérna í Eddunni, þetta var tengt samvinnutryggingum og samvinnuhreyfingunni og ýmislegt sem ágekk. Og ég fylgdi þeim í Kópavoginn og þar breyttist ýmislegt, það var öðruvísi stjórnun. Sá sem hafði, sem tók þar við, hann hafði farið til Englands að læra taylorisma sem að eiginlega felst í því að þú svona vinnur eins og færibandavinnu og sá maður skildi ekki þegar að maður skrifaði á vinnuseðlana aflagning, hann vissi ekki hvað var aflagning, hvað var eyða tími eitthvað svona og skildi ekki hringrásinni í því að formin sem fór í prentvélina þurfti að hreinsa hann og taka hann í sundur og koma öllu materiálinu á sinn stað svo væri tilbúið í næsta verk. Og þetta er svona, maður finnst það svolítið annað við þá frá því að vinna hjá til dæmis Hafsteini sem þekkti þetta allt saman. Þetta er mjög skemmtilegt viðtal og fróðlegt við hann Hafstein, man ekki hvort það kom í Morgunblaðinu þar sem hann lýsir sko svona sínum hugrenningum sem voru kannski ekki alveg allra á þeim tíma en það var mjög fróðlegt, hann kom með svona nýjan anda inn í þetta. En svo hætti ég nú hérna tíma, fór svo að vinna aftur, já, ég er hérna í Eddunni í þessu
Og svo kemur bara neyðaróp úr skólanum, úr iðnskólanum. Ég sá sem hafði kennt setninguna, þar sem var þetta sama kerfi og ég að vinna við í setningunni í Eddunni. Hann fær boð betri vinnu, hann fær boð að vera prentmiðstjóri hjá DFF, hérna kannski Vísir þá. Og þá vantar þá eitthvað sem maður getur bara rokið til í þessa vél og svo ég bara slæð til og fer í Edduna. Og þá þetta, það allt nitað saman í þessari vél, það þarf að nita og maður þarf að gefa svona skipanir og allt í dósinu þá í setjaravélunum og þetta svona öðruvísi og það koma út renningar úr þessari vél og bara spaltinn kemur bara út og svo þarf að klippa þetta niður og líma upp og þetta fannst þeim í blýinu alveg ægilega ómerkilegt að vera komið skæri og lím. Þetta var önnur tilfinning í puttunum heldur en að vera að tína upp úr kassa eða vera kannski að saga línurnar og svoleiðis. Og þá fór ég ekkert meiri bara í prentsmiðju, ég bara held þarna áfram að kenna. Þetta kennarapróf, nokkrum árum seinna og fór í framhaldsnám fyrir norræna verkmenntakennara. Það var ægilega gaman og það sem að mér fannst vera mjög merkilegt í því námi, það var bæði það öll ráðuneyti, menntamálaráðuneyti á Norðurlöndunum, þau sameinast þetta, það fannst mér merkilegt. Og síðan í kennslunni það var kennt svo mikið vinnuna, bara vinnuna almennt og hversu virði vinnan var fólkinu. Og mér hugsað til þess núna þegar að fólk það fær bara tilbúið eða eitthvað gervigreind búin að útbúa allt fyrir það, það er kannski bara svona stimpla á eitthvað eða ég veit ekki eins og hvað það er að gera. Það er ekki að hafa áhrif á verkið. Og mér stundum hugsað til þess sem að hann sagði mér einn offsetljósmyndari að þeir voru með vél, myndatökuvél sem framkallaði líka og þeir stiltu upp fyrirmynd og stiltu öðru ofan á sem átti að koma í ljós líka með fyrirmyndinni og eru með þetta á einhverju borði, ég veit ekki hvað hét svona undirstaða og skjóta, segir maðurinn og svo fer filman í gegn og það móri í henni, þetta er ónýtt. Þeir prófa 3 svar, vanda sig alveg ægilega verið að stilla allt saman, það er alltaf ónýtt. Reynum einu sinni enn, segir maðurinn, stillir upp einu sinni enn og leiðir sig að skjóti, þá slær hann í endana á undirstöðinni, fullkomið. Og alls ekki svona moment fást ekki þegar þú farið þetta bara með því að ýta á takka og senda bara beint í stafræna prentun eða eitthvað slíkt. Og þetta er svolítið umhugsunarefni eins og í sambandi við vinnu og kannski sambandi við þá svona fullnægju sem að gefur fólki að hafa unnið með höndunum og heilanum og fengið út nothæft verk. Því að það er ekki þetta að eiga við hitt sem er bara einhvers staðar í einhverju gervigreind eða guð má vita hverju. En það var gaman að kenna þarna og það var gaman að prentnemanum sem að byrjuðu þarna á haustin og kom úr allskyns greinum. Meðalaldur minna nemenda var 24 ár, þannig að þau höfðu langa lífsreynslu þegar þau kom í skólan. Sem voru náttúrulega bara að koma beint út úr bara grunnskólanum og þau entust kannski ekki lengi af því að í grunnskólanum heldur áfram upp hvernig sem þið gengur eiginlega en þegar þú komið fram á skóla þá verður að standa þig svo getur náð upp í næsta. Það komið þarna nemendur sem voru búnir að vinna heilmikið í prentsmiðjum sem voru erfingjar af prentsmiðjum og sumir vissi ekkert hvað þeir voru að gera og bara döfnuðu þarna, aðrir bara hentu þessu frá sér og hlupu bara burtu. Og fyrstu önninni fóruðu í gegnum allt, bara í svona lotum. Þau byrjuðu bara í setningunni og fóru yfir í filmuna og svo yfir í prentun og svo í bókbandi, lærðu öll stigin. Og þá funduðu út, vildu kannski ekki vera þarna, vildu fara í eitthvað annað eða eitthvað slíkt. Og við höfum nemendur, ég maður einn vetur, þá voru 2 sem sóttu
skólan úr tukthúsinu á Skólavörðustíg, það var svolítið sérkennileg lífsreynsla. Þeir voru ekki morðingjar strákagreyin, þeir höfðu bara eitthvað lent í ykkur í fylliríi og rættist minnst okkur úr öðru þeirra. Hinn tók einhver aðra stefnu. Þarna var þessi setjaravél sem var með svona þessa pappírs útprentun, það entist ekkert mjög lengi. Þá tókum við inn kerfi úr Mogganum, setningakerfi Moggans. Mogginn bara gaf það þegar tóku nýtt kerfi hjá sér. Og þá fór strimill í gegnum svona ákveðið kerfi og síðan þurfti að framkalla hann og það þurfti að gera eitt og annað í kringum þetta og svo klippa niður. Og það entist heldur ekkert ægilega vel, sko. Þetta var svona, það kallaði eiginlega meiri undirþekkingu heldur en nemendurnir höfðu. Og síðan komum bara tölvurnar þarna inn, svona almennt, og það þurfti bara slá inn texta og læra það. Og allir þurfti að læra DOS. Ég man það var mikið forritun í þessu líka, sem allir eru náttúrulega búin að gleyma núna. Stundum tókum við verkefni sem voru alvöru, svo nemendur hefðu svona einhverja dagsetningu, þetta átti að vera búið þarna, en mátti samt fara hægt í gegn. Og það var mjög gaman, það var svona prentaðar ljóðabækur og eitthvað fleira. Og nemendur í bókbandinu bundu þetta svo inn bara eigin vilja og löngun. Og eitt og annað svona sem var svona ekki beint, kannski eftir námskráni þannig. Og það var svona, nemendurnir fundu upp á hinu og þessu líka sem var skemmtilegt. Sumir hættu þarna á leiðinni eitthvað staðar. Sumir fóru til útlanda, annan nám. Og þá var grunnurinn sem þau höfðu úr prentdeildinni, það var mjög góður. Svo man ég eftir að það var svona, kom eitthvað nýtt svona í þjóðfélagi, ég man ekki hvort hippatímabilinu var að ljúka og eitthvað annað að taka við. Og það var svo gaman hvað þeim leið vel í skólanu, þau gengu stolt alla ganga. Og ég man eftir að það var strákar þarna úr Oddanum. Þeir voru mjög vasklegir og voru í svona felulitafötum og stígvélum, eða reimuðu svona stígvélum. Og maður var svo gaman að sjá nemendur sem voru ánægðir í skólanu. Og annað sem var sérstakt í iðnskólanum var það að nemendur úr ýmsum deildum kynntust. Og það þakkaði skólameistararanum Ingvari Ásmundssyni, sem var mikið skákmaður, að í matsal nemenda voru löng borð þar sem nemendur röðuðu sér og endana á hverju borði, allavega tveimur, voru skákborð. Og svo þurfti nemandinn ekki annað að koma inn og byrja bara að raða upp. Það kom einhver annar sem var kannski að læra eitthvað allt annað, blikksmíði eitthvað annað og fór að tefla við hann. Þannig að sá sem kom kannski utan að landi og var feiminn, þekkti engan og læddist með veggjum en kunni að tefla, hann náði sambandi við hann yfir þessu tölvborði. Og svo kom þarna upp teiknimyndaserían Ninja, sem var japanska teiknimyndasögur og þurfti heilmikið bras við að útvega nýjustu teiknimyndasögurnar og það mynduðu svona litlir hópar út allt í skólanum, bara úr ýmsum greinum, þar sem menn söfnuðust utan þessar Ninju bækur og bara var gaman að sjá þetta. Og stundum sá maður einhverja hópa nemenda að vera að þvælast Skólavörðuholtið, ræða eitthvað sérstök málefni og bara mjög gaman að þessu. Já, mér var þarna við að kenna í iðnskólanum hátt í 40 ár. Ég tók þátt í starfi kennarafélagsins og ýmislegt fleira. Ég tók alls kyns námskeið sem tengdu starfinu. Og ég sótti mikið á vegum kennarafélaga, þá sótti ég mikið alls kyns ráðstefnur og fundi hingað og þangað Norðurlöndum. Og mjög metnaðarfullt starf hjá iðnskólakennurum á Norðurlöndunum og gaman að kynnast í. Og svo gerist það að iðnskólinn var eiginlega lagður niður og stofnaði ný skóli. Okkur var öllu sagt upp og boðið starfa aftur en ég var að vera 70 svo ég nennti ekki að fara að byrja hjá nýjum yfirmönnum. En ég var í 1 ár í viðbót í skólanum til þess að ljúka ýmsum málum, erlendum málum og fleira. Og síðan
fór ég bara heim og voru með svona ellilífeyrisþegi og allt svoleiðis. Og það var svolítið skrítið sko, að vera ekki að fara í skólan. Það var gaman að kenna og þetta var góður skóli og góður vinnustaður og allan hátt. Sambandi við vinnuveitendur var stundum svolítið stirt og gætti ekki alveg skilnings hjá öllum aðilum. En hvað með það? En ég átti mann og 4 börn. Eldri dóttir mín fæddist þarna 58, meðan var að læra. Og síðan átti ég, hún heitir Helga og er kennari, tónlistarkennari líka. Og síðan er Ingibjörg, fædd 62, hún vinnur á Grænlandi við flugvöll þar. Og svo Jósef, hann er fæddur 64 og hann lærði setningu, tók stúdentspróf, fór svo í Gutenberg og lærði þar og rak útgáfu, keypti Fjölva ásamt vinum sínum og er núna í vinnu við Landsbankann, útgáfumál þar, neti og víðar. Og yngstur er Sæmundur, hann er rafeindavirki og vinnur við að gera kafbáta. Hann er svolítið skrýtnir krakkarnir mínir. Og við hjónin höfðum kynnst 50 og nú man ég ekki hvenær við kynntumst. En hann var á sjó, hann var loftskeytamaður og var á togurum, hingað og þangað. Og meðal annars þá var hann á togaranu Vetti þegar Helga, elsta barnið okkar, fæddist og togarinn Vöttur var bæjarútgerðartogari á Eskifirði, ef ég man rétt. Hann fór svo í land þegar við fórum að búa. Við fengum leigt í Vallagerði í Kópavogi og þá er togaranum sem hann var á þá, Akureyri frá Akranesi, er lagt. Allar bæjarútgerðir eru komnar í einhverja hnúta. Og hann er atvinnulaus og ég er ekki að vinna og þetta er alltaf ekkert mjög gaman. En við vorum búin að fá lóð í Kópavogi því að bæjarstjórn Kópavogs vildi fá ungt fólk í bæinn, helst með börn. Og búið að útbúa lóðir með lögnum og fleira. Og við vorum svo vitlaus í þessu, við héldum við myndum bara rubba upp húsi á einu ári. Það tók okkur 3 ár að gera það svona, þannig við getum flutt inn í það. Og á þeim tíma var ég ekki að vinna neitt í prentsmiðju, ég hélt ég myndi aldrei koma aftur í prentsmiðju. Reyndar seinna þá uppgötvuðu það að lítið prentsmiðja í götunni. Man ekki hvort hún bar eitthvað nafn, jú það hlýtur nú að vera. Magnús sá sem var með hana, það var bara setning og lítill dígull sem hann var með. Og það löngu horfið inn í eitthvað annað. En við byggðum húsið sem ég er núna í og er að fara að selja. Og börnin ólust upp, gengu í skóla og allt í góðu með það. En þarna þegar við erum nýflutt þarna í Vallagerðið og barnahópurinn er stekkandi, þá og maðurinn minn er atvinnulaus, þá er hann eitt skipti niður í bæ, einhverja erinda niður í Reykjavík og rekst á gamla skólabróðursins, sem þá var nýorðinn yfirverkfræðingur á Keflavíkurflugvelli, við sendistöðunar og það. Og þeir eru ægilega glaðir að hittast og Haraldur, þessi verkfræðingur, segir hvað ertu að gera, ég er ekki að vinna neitt, segir Gísli, ég er atvinnulaus. Já, komdu bara til mín, við erum að setja upp, Íslendingarnir að taka við öllu senditækjunum og öllu því á vellinu, komdu bara til mín. Og þar vann Gísli öll sín vinnuár eftir, öll sín starfsár eftir það. Hann lést árið 2013, hann var það búinn að vera veikur í nokkur ár. Þannig að og krakkarnir náttúrulega löngu flogin úr hreiðrinu hingað og þangað, koma öðru hvoru. Og nú er ég að selja þetta hús sem við erum í núna og er svona æskustöðvar barnanna, þannig að það eru ýmsar tilfinningar og ýmislegt sem er erfitt að henda eins og margir þekkja ábyggilega. Já, mig langar til að tala aðeins lífið í prentsmiðjunum, prentsmiðjunum almennt. Að það voru tékkhefti náttúrulega til og svo bara greitt út í seðlum. Menn tóku bara við umslagi
stóð utan á því hversu margir dagvinnutímar, hversu margir kvöldvinnutímar og hvað var tekið í lífeyrissjóð og svo framvegis og menn fengu bara seðla. Sumir áttu erfitt með að fara heim með ýmislegt ósnert og fór í ríkið eða sendu einhvern í ríkið og ég man eftir að hafa verið send í ríkið, alveg kókraust. Ég man ekki hvað hét, það var ríkinu á Lindargötu sem voru undan ríkinu sem kom svo seinna. Nýborg held ég að heita og var svona hálftuskulegt og ég man eftir prenturinn sem að blönduðu í gosflösku og hengdu hana svo út gluggann svo drykkurinn væri svolítið svalur og svo var alls kyns vesen á þeim. Svo voru menn sem var rápuð á milli prentsmiðanna. Ég man eftir einu sem var mjög óhuggulegur og ljúfasti maður dagsdaglega og góður vinnumaður vann vel en alveg óþolandi með víni, algjörlega. Og ég man eftir fyrrverandi eiginmanni, einhver sem ég vann með sem birtist í prentsmiðjunni til að æpa og góla á hinn manninn og var leiddur út. Þannig að þetta var truflandi, þetta brennivín. Og ég held að hafa skipt sköpum ekki bara fyrir prentiðnaðinn, heldur fyrir bara landsmenn almennt að S.A.A. og Freeport kom til sögunar. Þá kemur þarna eitthvað apparat upp þannig að prentsmiðjustjórar og þeir sem bara réðu fyrir fyrirtækjum gátu sagt við manninn, heyrðu vinur, þú fær 2 mánaða laun og þú ferð í meðferð. Ef þú gerir það ekki, þá kemur ekki aftur. Og þetta nákvæmlega sama og var alltaf verið að segja heima. Konan vildi ekki að maðurinn drykki svona mikið, börnin voru grátandi, pabbinn mætti ekki á íþróttaæfingar eða eitthvað og svo framvegis. En við það að atvinnurekandinn stakk við fæti og sagði, heyrðu, nú er komið nóg, að þá tóku menn við sér og fór í meðferð. Þetta var bara dásamlegt. Og miklu skemmtilegri félagsskapur út úr því. Auðvitað komu margir sérkennilegi karakterar og skemmtilegi fuglar í prentsmiðjuna. Verkefni voru margvísleg og mörg. Það var mikið prentað af verkefnum náttúrulega fyrir mál og menningu og hlegið svolítið að því að þegar voru mikið af rússneskum bókum, þýddar á íslensku og sem mér fannst að skrýtnir titlar, saga af sönnu manni, ég man að strákarnir hlógu voðalega mikið af því. Og svo man ég til dæmis eftir að þegar Sigfús Daðason skáld réðist til útgáfunnar þá þurfti hann að koma niður og prófarkeri eða sinna einhverju svona. Hann sagði ekkert mikið að Sigfús en ágætt sem hann sagði. Og svo man ég eftir því að ég gifti mig þarna á námstímanum og strákarnir, spaugararnir, skólafélagar mínir, þeir settu þetta í eitthvað blað, einhver sem hefur verið að vinna á Mogganum eða Þjóðviljanum. Og svo kemur Sigfús niður einn daginn með séra Rögnvald Finnbogason. Og Rögnvaldur, já, ég kynnt til þeirra með prófarkina og þá segir Rögnvaldur svona, heilsar mér og segir mér hálfgerður þjósti, hvað er þetta, giftir þig? Þú sóttu mig ekki, sko, lést mig ekki gifta þig. Og hvað er þetta? Ég er nú búin að þekkja þig svo lengi, eitthvað svo leiðis. Og þá sé, já, og ég sé, nei, við lifðum bara í synd, sagði ég. Og hló Sigfús ægilega mikið af því, sko, Rögnvaldur svo ránkvöldi í sér augunum bara og hló líka. En Sigfús var mjög góður að eiga við þó hann segði ekki mikið, hann passaði upp á prófarkirnar og allt slíkt. Og ég man eftir einu sinni, þá var hann nú hættur hjá Mál og menningu, þá var ég að labba eitthvað eftir Laufarsveginum og hann bjóð þar og var með bókaútgáfuna niðri húsinu og þá kemur hann hlaupandi út og kallar Þóra, komdu, þú verður að líta hérna yfir prófark hjá mér. Og þá er það sagan Samastaður í tilverunni eftir Málfríði Einarsdóttur sem var nú reynda skyld mér og ágætt vinkona mömmu minnar og þá var kafli í þessari bók sem að einhver af ættingjunum hafði nöldrað út í. Þar sem stóð að á bænum hefði verið svona kvörn, þar sem að mjölið var malað eða kornið var malað fyrir fólkið. Ég veit ekki alveg hvers konar það var, eitthvað hveitikorn eða eitthvað og malað svo
til þess að gera brauð úr því og sá sem var að mala var svo stuttur að það var hvolft kassa svo hann geti staðið á honum og þetta hafði einhverjum fjölskyldum þótt útskitt að það hefði ekki verið eitthvað almennilegra sem að maðurinn stóð á. Og ég gæti ekki séð að væri neitt að þessu, þetta var bara eins og var fólk bara greip næsta kassa eða eitthvað til að standa og bjarga málinu. Þannig að þessu var ekkert breytt. Ég man eftir því að það eins og ég segi, það var erfitt að rukka fyrir unnin verk og sem seldust hægt og rólega. Og ég man eftir þegar skáldið Vilhjálmur frá Skáholti kom þarna einu sinni sem oftar og það hafði verið prentuð fyrir ljóðabók og gekk allt saman vel. Og einhvern tíðan kemur hann þarna inn og var nú eitthvað í því og Guðjón gjaldkeri eitthvað þreyttur á hann og segir hvernig er þetta með þig Vilji, þú verður að fara að borga inn á, hvernig er þetta eiginlega? Og svona freka kvass og þá leit Vilhjálmur bara á hann og sagði hvað er þetta Guðjón? Veistu ekki að prenta fyrir mig? Það er eins og að prenta peningaseðla. Og mér var hugsað til þess því ég sá svo á netinu að bókin hans man ekki hvað hann heitir, ljóðabók, var til sölu á netinu fyrir 30.000 krónur. Svo ég held að kallinn hafi bara farið nærri því að þetta væri mjög gott að prenta bækur eftir hann. Nei, þetta er svona í ýmsa gæta. Svo var var gaman að koma í Klisjugerðina og gaman að koma til Eymundar, sem var nú hálfgerð sögupersóna, Eymundur Magnússon. Hann hafði verið rekinn fyrir stjórnmál í menntaskóla og hann fór til Moskvu í nám í Klisjugerð, myndamótagerð, Klisjugerð og einhverju fleira. Og ég mætti dásamlega ljósmynd á honum í einhverju blaði og hann eiginlega lítur svolítið út eins og hann gæti bara hafa verið þarna einhvers staðar austana, há kinnbein og svona. Og það var alltaf gaman að Eymundi, hann hafði alltaf svona aðra skoðun á hlutunum og hann var að jaga stundum í nemendum með einhverju. Og ég má kannski nefna það á þessum árum í Klisjugerðunum að það var notað alls eitruð efni, það ætti að blanda þau saman eftir vissi reglu, uppskrift. Og nemendurnir voru sendir, nemendurnir í þessu Klisjugerðum voru sendir í apóteki til að sækja svona dunka. Sko það var ekkert svona desilítur, heldur var þetta einhverjir, 5 lítrar eða 10 lítrar. Og í dag væri bara sendt eitthvað lið á apótek sem var að afgreiða til 16-17 ára unglings eitthvað svona eitur. Það var svona öðruvísi. En þeim var trúað fyrir þessu nemendunum og þeir stóðu undir því og höfðu gott af. Og það var margir sem voru að gefa út, kannski af því hvað bækur voru mikil gjafavara. Og þeir voru misjafnir, þeir sem komu, sem vildu bara láta prenta strax fyrir sig og vissi ekki að þetta taka þetta eftir réttri röð. Ég mætti manni sem var í með Ægisútgáfuna, ég man ekki alveg hvað hann hét, það var mikill áhugamaður og ákafamaður og gaman að honum oft. Og ég mætti Brynjólfi Bjarnasyni, einu sinni var menntamálaráðherra og það var mjög erfitt að setja handritin hans. Hann var stundum að koma við og lesa fyrir mann hvað stóð í þessu. Honum fannst það svolítið skrítið, maður gæti ekki lesið þetta. En já, en þetta var yfirleitt bara, fólk var yfirleitt bara glatt og maður fann alveg menn hlökkuðu til að fá bókina sína í hendur. Mikil alúð við ýmislegt. Svo man ég eftir að við settum þarna bók eftir einn sem var að vinna, var bara að læra í prentsmiðjunni, Jóhann Hjálmarsson. Hann tók við held ég bara eftir mér að vera nemandi og var alltaf að yrkja. Og var ekkert mjög áhugasamur prentlistina sjálfa eða eitthvað svoleiðis, hann bara vann vel og svona var ekkert sérstaklega dýfkast í þessu málu. Og svo kemur hann bara með handrit einn daginn og hans bók Öngull í tíman var prentuð þarna á hans námstíma, það var mjög gaman.